Stjórn gamla Kaupþings fegraði stöðu bankans með því að afskrifa ekki tugmilljarða tap vegna skuldabréfa. Lögmenn segja almenning sem fjárfesti í bankan hafi verið blekktan, en því hafnar Hreiðar Már Sigurðsson fyrrverandi forstjóri Kaupþings. Guðný Helga Herbertsdóttir. Kaupþing fjárfesti í skuldabréfum í gegnum dótturfélag sitt í Bretlandi, New Bond Street Asset Management. Alls námu þessar fjárfestingar 8 milljörðum evra á þriðja ársfjórðungi 2007. Þegar þarna var komið þóttu fjárfestingarnar of áhættusamar og hóf bankinn að minnka áhættu sína. Hluti af þessum skuldabréfum voru svokölluð undirmálslán á bandarískum húsnæðismarkaði en heimtur af slíkum lánum hafa verið í kringum 2%. Heimildir fréttastofu herma að í stað þess að afskrifa tap af þessum lánum hafi Kaupþing flutt tugi milljarða inn í félagið Black Sunshine sem stofnað var í Luxemborg. Í efnahagsreikning bankans hafi lánin því ekki verið afskrifuð, heldur fær sem lán til Black Sunshine og því hluti af eignasafni bankans. Þar með voru eignirnar ofmetnar þar sem væntanlegt tap var ekki bókfært. Stjórn bankans ber ábyrgð á að ársreikningurinn sé réttur, auk þess sem endurskoðandi í þessu tilviki KPMG ber ábyrgð á undirskrift hans. Í samtali við fréttastofu sagði Hreiðar Már Sigurðsson fyrrverandi forstjóri Kaupþings að engin þörf hafi verið á að afskrifa þessi skuldabréf. Black Sunshine hafi verið í eigu sjálfseignarstofnunar þar sem eigið fé var nægt. Skuldabréfin hafi ekki verið í vanskilum og því engin þörf á að afskrifa þau á þessum tímapunkti. Hins vegar sé óljóst hversu mikið fáist upp í skuldabréfin í dag miðað við núverandi stöðu. Þeir lögfræðingar sem fréttastofa ræddi við í dag segja aftur á móti að þetta geti fallist undir fjársvik gagnvart almenningi. Með því að ofmeta eignir sé verið að hafa áhrif á markaðinn og blekkja fólk til fjárfestinga. Heimildir fréttastofu herma einnig að fjalla sig þessi mál í skýrslu sem PricewaterhouseCoopers gerði starfsemi Kaupþings fyrir bankahrunið. Þá hefur málið ekki verið sent frá fjármálaeftirlitinu til sérstaks saksóknara. 100 eignarhaldsfélaga tengd Íslendingum og íslenskum fyrirtækjum hafa verið stofnuð í Luxemborg á undanförnum árum. Flest félögin hafa verið stofnuð á vegum íslensku bankana og skráð með aðsetur í pósthólfum í skattaskjólum. Umrótið í fjármálaheiminum hefur vakið athygli á ýmsum afkimum hans og þá meðal annars á þeim fjölda eignarhaldsfélaga sem hafa verið stofnuð af Íslendingum í Luxemborg. Flest félögin hafa verið stofnuð á vegum íslensku bankana en erlend fyrirtæki koma þar einnig við sögu. Fjöldi félaga í Luxemborg tengd Íslendingum hleypur á hundruðum ef allt talið. Framkvæmdin einföld ef tekið dæmi af hvernig Kaupþing stofnaði eignarhaldsfélög fyrir sína viðskiptavini, átti bankinn nokkur fyrirtæki á Tortólu, einni af bresku Jómfrúreyjum. Eitt eða fleiri þessara fyrirtækja stofnuðu félag skráð á heimilisfang Kaupþings í Luxemborg. Endurskoðandi var svo kannski annað Tortólufélag og öll voru þessi Tortólufyrirtæki skráð á sama pósthólfið á eyjunni. Það stenst ekki íslenskar reglur að endurskoðanarfyrirtæki sé skráð á pósthólf í fjarlægum heimshluta en í Luxemborg slíkt látið duga. Peningarnir fóru í raun aldrei til Tortólu, heldur fyrirkomulagið aðeins tæknilegs eðlis. Kostnaðurinn við að láta til dæmis Kaupþing sjá lítið eignarhaldsfélag í Luxemborg var 500.000 króna á ári. Gamla Kaupþing auglisti að það byði upp á holding companies domiciliation, það að vista eignarhaldsfyrirtæki. Hinir bankarnir tveir stofnuðu einnig eignarhaldsfélag fyrir viðskiptavini sína en Kaupþing virðist hafa verið einna öflugast í þessum viðskiptum. Þó íslensku bankarnir starfi ekki lengur í Luxemborg eru þar ýmis önnur fyrirtæki og bankar sem sjá slíka starfsemi. Dæmi eru að Íslendingar starfi hjá þessum fyrirtækjum og hafa þá íslenska viðskiptavini í viðskiptum. Það því ekki sjálfgefið að þetta fyrirkomulag leggist af þó íslensku bankarnir séu þar ekki lengur. Spurningin af hverju svona margir Íslendingar hafa valið að stofna svona félög. Og líka af hverju bankarnir voru svona duglegir að hvetja fólk til þess. Erlendar rannsóknir sýna að þarna ráða oft skattaleg sjónarmið, en þetta líka góð aðferð til að fela eignarhald. Að minnstakosti 18 félög tengd Björgólfi Thor Björgólfssyni hafa verið stofnuð í Luxemborg á undanförnum árum. Félögin tengjast eða eru stofnuð af félögum sem skráð eru í skattaskjólum víða heim. Novator-félögin sem eru skráð hér á Íslandi eru í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar og þau eru til húsa hér í Sigtúni. Björgólfur Thor stundar þó viðskipti miklu víðar og hann býr í London.
Hann á fyrirtæki eins og Actavis og önnur fyrirtæki sem í rekstri. En að baki þessara sýnilegu fyrirtækja heilt net af eignarhaldsfélögum sem teygir sig víða heim og þar á meðal til ýmissa skattaskjóla. Marga þræði í þessu neti má rekja til Lúxemborgar þar sem yfir 20 félög tengd Björgólfi Thor hafa verið stofnuð og skráð í Kaupþingi, Landsbankanum og víðar. Þessi Lúxemborgar félög tengjast félögum skráðum á Bresku Jómfrúreyjum, Caymaneyjum, Kýpur, Gíbraltar, Frakklandi, Tékklandi, Íslandi og bandaríska fylkinu Delaware. Að minnstakosti 2 Novator félög skráð á Íslandi hafa stofnað félög í Lúxemborg. Annað Lúxfélag tengt Novator Bell Global, skráð hjá Landsbankanum. Í fyrra var hlutafé þess 1,5 milljón evra. Það félag næst stærsti kröfuhafi Hansa, eignarhaldsfélags Westham sem Björgólfur Guðmundsson, faðir Björgólfs Thors, á. Þetta dæmi hvernig eignir feðgana flétta stundum saman. Sem dæmi Lúxemborgar fléttu Björgólfs Thors má taka Novator Finance Bulgaria. Félagið var stofnað í maí 2005 í Lúxemborg á heimilisfangi Kaupþings þar. Stofnandinn var Novator One, félag skráð á Caymaneyjum. Haustið var hlutaféð aukið með því að Valhamar, félag skráð á Tortólu, leggur heilt félag inn. Það heitir Jalop, skráð á Gíbraltar. Í desember 2007 eykur Valhamar aftur hlutaféð, nú með því að leggja inn Való, franskt félag. Nokkrum dögum síðar Lux félagið leyst upp og Valhamar á Tortólu eignast allt fé í félaginu, 61,5 milljón evra. Talsmaður Björgólfsfeðga segir að fjármagnið í erlendum félögum Novators hafi ekki verið flutt frá Íslandi heldur orðið til erlendis, fjármagnið sé flutt milli landa til að spara skatta en flutningarnir sé löglegir og farið fram fyrir opnum tjöldum. Kaupþing var rekið eins og spilavíti að mati lektors við Háskóla Íslands. 3 af stærstu eigandum bankans og félög tengd þeim fengu hátt í 500 milljarða króna í lán frá bankanum eða því sem nam rúmlega 1/10 af útlánum til viðskiptavina. Guðný Helga Herbertsdóttir segir frá. Morgunblaðið birti í dag upplýsingar úr lánabók Kaupþings frá 30. júní í fyrra. Þar kemur fram að Kaupþing lánaði stærstu eigundum sínum og tengdum aðilum 478 milljarða. Lýður og Ágúst Guðmundssynir, stærstu eigendur Exista sem var stærsti hluthafi Kaupþings fyrir bankahrun, fengur rúma 169 milljarða frá bankanum. Ólafur Ólafsson, kenndur við Samskip og eitt stærsti eigandi Eglu sem átti tæp 10% í Kaupþingi, fekk tæpa 79 milljarða að láni. Þá námu lán til Robert Jengers rúm 230 milljörðum. Vilhjálmur Bjarnason, lektor við HÍ, segir þessar upphæðir gríðarlega háar og beri að setja í samhengi. Eigið fé bankans, það mitt ár 430 milljarðar ef ég man rétt, þannig að þessi 3 aðilar eru þarna með rúmlega eigið fé bankans undir og sömuleiðis verður að setja þetta í annað samhengi sem útlán til fiskveiða og fiskvinnsla á Íslandi þann 30. september og það 420 milljarðar. Sé litið á efnahagsreikning bankans frá öðrum ársfjórðungi síðasta árs eða frá sama tíma og upplýsingarnar má sjá að útlán til 3 stærstu eigenda bankans námu 11% af útlánum hans til viðskiptavina. Lánabók bankans ber þó ekki sama við milliuppgjörið þar sem fram kemur að lán til tengdra aðila hafi verið 146 milljarðar, ekki 478. Vilhjálmur segir að sér tekið tillit til þessa, auk þessum að stjórnendur hafi skuldað rúma 50 milljarða vegna hlutabréfakaupa og fjárfestingabankans í skuldabréfum sem Fréttastofa hefur greint frá, megi segja að bankinn hafi verið rekinn eins og spilavíti. Það virðist vera að það sé á þann veg að helstu eigendur bankans sem þarna undir og vinir stjórnenda, þeir hafi verið bara í hreinu og klárum fjárhættuspilum allan tíman. Ekki náðist í Ólaf Ólafsson, Lýð og Ágúst Guðmundsssyni þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir. Ríkisskattstjóri segir býsna flókið og erfitt að greina eignarhald félaga sem tengjast Íslendingum og skráð eru í skattaskjólum. Rannsókn velti á því hvernig tekst að fá upplýsingar frá gömlu bönkunum. Ríkisskattstjóri segir skattayfirvöldum allan heim vinna nú að því að leysa vandamál vegna eignarhaldsfélaga sem skráð séu skattaskjólum.
Fyrir helgi greindi Fréttastofa frá því að 100 eignarhaldsfélaga tengd Íslendingum og íslenskum fyrirtækjum hefði verið stofnuð í Luxemburg á undanförnum árum. Það sem ríkisskattstjóri hefur verið að gera að undanförnu að greina eignarhaldið á stærstu íslensku félögunum. Það eru 300 stærstu félögin sem verið að greina eignarhaldið. Það hefur reynst býsna flókið og erfitt verkefni sem reyndar sér nú fyrir endan á, þó að það kunna að vera einhverja vikur í því að þau ljúki endalega, og það hefur reyndar þurft að víkka þetta upp í töluvert fleiri fyrirtæki vegna þess hver eignarhaldið flókið. Sé að ræða margbrotin og margslungin krosseignatengsl. Þannig að þetta býsna viðamikið verkefni. Áttu von á því að skattyfirvöld hér á landi komist einhvern daginn til botns í þessu máli? Ég get ekki sagt til það. Það snýst náttúrulega fyrst og fremst það hvaða upplýsingar menn fá frá íslenskum fjármálastofnunum. Það virðist vera að íslenskar fjármálastofnunir hafi í mjög mörgum tilfellum haft milligöngu stofnun þessara félaga, oft í gegnum dótturfélög í Luxemburg eða á öðrum stöðum, og þetta er rauninni meginatriði spurningarinnar, hvaða upplýsingar fá skattyfirvöld hjá þessum aðilum.